Lögregla boðar stóraukin viðbúnað í miðborg Reykjavíkur í kvöld vegna hótana hefndarárásir. Vertar í miðborginni búast við fámenni sökum ástandsins. Tilboð Samtaka atvinnulífsins allt að 30.000 króna launahækkun nær ekki að bæta upp þær kostnaðarhækkanir sem heimilin hafa tekið á sig, segir formaður VR. Félagið hefur slitið kjaraviðræðum. Fullvíst talið að Færeyingar endurnýi fiskveiðisamning við Rússa sem gerður hefur verið undanfarin 50 ár. Samkomulagið hefur vakið athygli í ljósi refsiaðgerða sem langflest Evrópuríki beita Rússa. Freddie alltaf nálægur, segir Roger Taylor, trommuleikari hljómsveitarinnar Queen félaga sinn Freddie Mercury. Taylor staddur hér á landi til að sjá uppáhalds hljómsveitina sína á tónleikum. Og Austfirðingar biðu í morgun spenntir eftir að komast í búðirnar í Glasgow á svörtum föstudegi. Flugfélagið Nice flaug í dag í fyrsta skipti frá Egilsstöðum. Gott kvöld. Lögregla verður með stóraukin viðbúnað í miðbæ Reykjavíkur helgina og allt þar til öldur fer að lægja í átökum undirheimana. Það gert í kjölfar hótana hefndaraðgerðir í miðborginni eftir hnífstungu árás á skemmtistaðnum Bankastræti Club í síðustu viku. 6 eru enn í haldi í tengslum við rannsókn á hnífaárásinni. Reyksprengju var hent inn á skemmtistaðinn Dubliner fyrr í vikunni sem talið að hafi verið hefndaraðgerð. Þá hafa 3 verið handteknir eftir að hafa kastað bensín og reyksprengjum inn í heimahús. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fréttamaður í miðborginni. Þessi aukni viðbúnaður sem lögreglan boðar, hann sýnilegur almenningi? Já, ég myndi nú segja það að hann sé sýnilegur og lögreglan sé á staðnum og hún hringsólar hérna í miðbænum. En hið eiginlega djamm svo sem ekki byrjað og það má búast við að verði enn sýnilegri eftir því sem að líður á kvöldið. Hjá mér Rafn Hilmar Guðmundsson, aðalvarstjóri. Þið eru með mikinn mannafla í kvöld. Já, við erum búin að bæta við fólki, við þessa hefðbundna vaktir sem við erum með. Og verðum með það í dag og morgun og svo eitthvað áfram. Eru þið að búast við því að gerist eitthvað? Það er ómögulegt að spá það. En það fólk sem að kemur í miðbæinn í kvöld og morgun, á það að vera vart sig, á það að forðast einhverja staði? Nei. Það er bara mætt í miðbæinn og með góðaskapið með sér. Og við verðum sýnileg og þannig að við erum til staðar. Þið eru til staðar og verður það líka á morgun, verður það eitthvað áframhaldandi? Það er ómögulegt að segja. Það fer allt eftir í hvernig næstu dagar þróast og það er bara aftur að koma í ljós. Kærar þakkir fyrir, Rafn. Og við höfum verið í samtali við verta hérna í miðborginni og það er kannski mikið af fólki hérna í Austurstræti en þeir voru ekki búast við að yrði margt mannin í kvöld og jafnvel að þetta yrði rólegasta helgi ársins hjá þeim. Og það rímaði vel við það sem að fólk hafði að segja við okkur í dag þegar við spurðum þau hvort að þau ætlaði að kíkja í bæinn helgina. Hafðir þú eitthvað hug á því að fara niður í bæinn helgina? Ekkert sérstaklega maður er náttúrulega bara í ritgerðarskrifum og lokaprófum og eitthvað svona. Þessi árás og allt sem kom í kjölfarið, hefur það haft einhver áhrif á þetta hjá þér? Þetta pínu, það, vill ekki endilega vera eitthvað að fara niður í bæ ef það er eitthvað ótt að eitthvað sé labbandi með hníf? Já, hún allavega sló út, hún útilokaði að ég færi niður í bæ, get ég sagt. Við ætlum ekki á skemmtistaði neitt svoleiðis, þar sem að það voru ákveðnir staðir, nefndir eins og svona klúbbar og svona og ég hugsa að við ætlum að halda okkur fjarri þeim í þetta sinn allavega. Svona ekki sjarmerandi, en svo veit maður ekki, ef maður bara heldur sig kannski frá þessum stöðum og þá getur maður einhvern veginn komast fram hjá því líka að lenda í þessum aðstæðum. Ég fékk sent skilaboð frá mömmu minni til dæmis að vera ekki að fara niður í bæ núna og það eru margir rosalega stressaðir yfir þessu og eðlilega. Þetta náttúrulega er einstakur atburður sem í rauninni maður hefur ekki séð áður. Formaður VR segir tilboð Samtaka atvinnulífsins launahækkun ekki mæta þeim kostnaðarhækkunum sem heimilin hafi tekið á sig. VR hefur slitið kjaraviðræðunum. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir viðræðurnar ekki árangurslausari en svo að ákveðið hafi verið að funda að nýju á þriðjudag.
VR vísaði kjaradeilu sinni við samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara fyrir 11 dögum. Ágætisgangur var í viðræðunum og var rætt hvernig mætti ná samningi sem yki ekki á verðbólgu. Á miðvikudagsmorgun var tilkynnt stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Og hvernig hann rökstuddi þær og þau skilaboð sem hann sendi vinnumarkaðnum og verkalýðshreyfingunni að þá var þeirri vinnu og þeirri hugmyndafræði bara sópað út af borðinu. Bara þjóðin bara dálítið að eiga spenna. Í gærkvöldi ákvað VR að viðræðurnar væru árangurslausar og sleit þeim. Ég kýs hins vegar að líta á þetta með þeim hætti að það eru nú ekki árangurslausar en svo að við höfum ákveðið að hittast aftur á þriðjudag á vettvangi ríkissáttasemjara. Starfsgreinasambandið sem var í samflotið með VR fundaði í sínum ranni í morgun og ákvað að halda kjaraviðræðunum áfram. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu bauð SA 17.000 krónur að lágmarki í launahækkun og að hámarki 30.000. Það skýr krafa fyrir okkar félagsfólki að við sækjum hér kjarabætur fyrir þeim kostnaðarverðshækkunum sem hafa dunið á heimilunum síðustu misseri. Við reynum nú að setja hvorki afarkostin í skilyrði í þeim samtölum sem við eigum við viðsemjendur okkar. Við hlustum. Það er hugmyndir sem samtök atvinnulífsins voru með í gær, brúa það bil engan veginn. Ég myndi nú lýsa þessari framvindu með öðrum hætti. Kjarasamningar ná til miklu fleiri þátta en bara launaliðar. Og mér finnst samtalið hafa verið gott. Mér finnst þetta skilningur beggja veginn borðs að sameiginlegur óvinur okkar hér er verðbólgan. Velkomin Aðalsteinn Leifsson, ríkissáttasemjari. Hvernig metur þú stöðuna? Af hverju slitnaði upp úr viðræðunum? Við vorum í mjög góðu samtali hér í byrjun vikunar og settum upp mjög þétta dagskrá. þar sem aðalega voru að máta mismunandi lausnir með þann ásetning að reyna að ná samningi sem að styður við kjör launafólks og á sama tíma skapar svigrúm og stöðuleika fyrir lækkun vaxta. Síðan var það þannig að í stað þess að gefa svona eðlilegt svigrúm fyrir þetta samtal, þá var upplifun aðalega beggja vegna borðsins að Seðlabankinn hafði með ákvörðun sinni og sérstaklega yfirlýsingum seðlabankastjóra gert viðræður sem voru erfiðar og flóknar, ennþá erfiðari og flóknari fyrir aðalega báðum megin borðsins. Þannig að þetta útspil Seðlabankans, það raunar hafði þessi áhrif að upp úr slitnaði? Já, Seðlabankinn er að sjálfsögðu sjálfstæð stofnun og við virðum það, en Seðlabankinn er ekki eyland og við þurfum öll að vinna saman og vera þáttangandur í virku samtali til þess að ná þessu markmiði að ýta upp lífskjörum og sama tíma ná stöðuleika og ná hér niður vöxtum. Ertu þá svona í raun og veru að kalla eftir því að Seðlabankinn gefi ykkur svigrúm til þess að reyna að ná samningum áður en að vextir verða aftur hækkaðir eða eitthvað slíkt? Já, punkturinn er kannski þessi að við höfum öll hlutverk í þessu samfélagi og það er algjört lykilatriði að við virðum ábyrgð og vinnu hvers annars. Ég virði ábyrgð og vinnu þína og þú mína. Við þurfum öll að gæta þess að sýna virðingu og það á einni við og sannarlega við seðlabankastjóra. Rétt í lokin, það er ekki öll von úti, þið ætlið að funda aftur á þriðjudaginn þó að viðræðum hafi verið slitið? Já, núna er ég búinn að stefna öllum til okkar í byrjun næstu viku og það kemur Starfsgreinasambandið og ég er líka búinn að boða Landssamband íslenskra verslunarmanna og VR ásamt líka iðnaðarmannafélögunum og fagfélögunum og við komum öll saman og ég ætlast til þess og býst við því að fólk komi vel undirbúið til þess að koma í skapandi samtal og ég ætlast líka til þess að við fáum frið og stuðning til þess að eiga gott samtal og vinna okkur áfram í átt að lausn í þessu gríðarlega mikilvæga verkefni. Takk fyrir þetta, Aðalsteinn Leifsson. Takk sömuleiðis. Færeyingar eru við það að endurnýja umdeildan fiskveiðisamning við Rússa. Gagnrýnendur segja að samningurinn grafi undan samstöðu vestrænna ríkja gagnvart Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, en flestir flokkar á færeyska þinginu styðja samninginn. Þessi samningur var fyrst gerður árið 1977. Hann er í rauninni samkomulag að færeysk skip megi veiða í Barentshafi og rússnesk skip á umráðasvæði Færeyja. Rússar fá 100.000 tonna kvóta fyrir kolmuna, makríl og síld, en færeyingar fá 20.000 tonna kvóta fyrir þorsk og ýsu. Jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beholde den fiskeriaftale, vi har med Rusland. Det synes jeg er okay. Fordi at nordpå øerne er det meget afhængig af en sådan aftale. Og þessi ummæli endurspegla breytt samkomulag flestra flokka á færeyska þinginu að gera þennan samning, þó ekki allra. Mens krigen foregår, så mener vi ikke, at vi skal ind i forhandlinger med
med Putins regime om det. Nej, det mener vi forkert. Samningurinn stendur undir 5% af vergri landsframleiðslu Færeyja. Sjávarútvegsráðherrann hafnar gagnrýni þeirra sem segja samningin senda röng skilaboð. Europa har hidtil i år handlet for, jeg tror det 180 milliarder euro med Rusland. Hvor meget der import og eksport, det ved jeg ikke helt, men det cirka i det niveau, så det kan jeg overhovedet ikke forstå. Den risiko Færøerne løber, det at de bliver brugt i en russisk fortælling om, at vestlige sanktioner begrænsede, der ikke enighed om det, at Vesten isoleret, og det rører ikke Rusland, det Vesten gør over for os. Matvælastofnun hefur sektað fiskeldisfyrirtækið Arnarlax 120 milljónir króna fyrir að hafa brotið gegn tilkynningarskyldu þegar gat kom á kvíar við Haganes í Arnarfirði. Þetta langhæsta sekt sem Matvælastofnun hefur ákveðið og sú fyrsta vegna brota á lögum fiskeldi. Í ljós kom við slátrun úr sjókví í firðinum í október að 82.000 fiska vantaði í kvínna. Arnarlax hafði tilkynnt Matvælastofnun gat í kvínni í lok ágúst í fyrra. Rannsókn MAST leiddi hins vegar í ljós að gatið hefði myndast 2 mánuðum fyrr og fyrirtækið hefði mátt vita af því vegna verulegs fráviks í fæðugjöf í kvínni. Arnarlax ætlar að leita til dómstóla vegna málsins. Hljómsveitin Sigur Rós heldur tónleika hér á landi í kvöld, þá síðustu í langri tónleikaröð sem staðið hefur undanfarna mánuði. Hljómsveitin hefur ferðast Mexíkó, Bandaríkin og Kanada og nú komin heim aftur. Björn Malmquist, fréttamaður, á sviðinu í Laugardalshöll. Ekki allt að gerast, Björn? Það allt að gerast hér í Laugardalshöllinni, það byrjað að koma fólkin í salinn. Hér eru framandlegir tónar sem að streyma frá hljóðfærum á sviðinu. Hér hefur her tæknimanna og aðstofamanna verið að störfum síðustu klukkutíma við að undirbúa þessa lokatónleika á löngum túr Sigur Rósar sem að lýkur hérna í kvöld. Og hjá mér Georg Hólm, bassaleikari Sigur Rósar. Velkomin heim. Takk hérlega fyrir. Langur túr? Já, hann búinn að vera frekar langur. Síðan í apríl, sagðirðu mér. Já, einhvern tímann byrjun apríl þá fórum við af stað. Þetta rennur kannski svolítið saman hjá ykkur, tónleikar, baksvið, hótel, rútur. Þetta ekki frekar svona, hvað við segja, tilbreytingarlaust? Jú, það svona gefst ekki oft tækifæri til þess að svona gera dagana eitthvað öðruvísi og njóta þess að vera í útlöndum. Þetta bara vinna náttúrulega en það eru svona, jú, maður kemst kannski á eitthvað sögn og eitthvað. Þið voruð í Mexíkó, Bandaríkjunum, út allt í Nýja Sjálandi og þar duttuðu inn á skemmtilegt safn, ekki satt? Jú, okkur var boðið hérna á, þetta svona eiginlega engasafn, býstu að kallast það, þetta stórt landsvæði með stórum skúlptúrum og gíröfum og lamadýrum og það var mjög sérstakt. Það var eiginlega kannski svona, stendur svolítið upp úr, svona, algjörlega var dagamunur þar, myndi ég segja. Þetta eru loka tónleikandi og hvað tekur svo við? Svo bara jólafrí núna og svo ætlum við að klára plötuna, nýju plötuna og sem kemur út á næsta ári og svo sjáum við bara til hvað við gerum með það. Georg, gangi ykkur vel í kvöld og góða skemmtun og við látum þessu lokið hér frá Laugardalshöll. Já, takk fyrir það Björn Malmquist. Við erum áfram í tónlistinni. Roger Taylor, trommuleikari hljómsveitarinnar Queen, segir mikið umfang hafa komið í veg fyrir að hljómsveitin hafi komið hingað til lands en opinn fyrir tilboðum þegar sveitin fyrir hljómleikaferð á næsta ári. Hann segir Freddie Mercury alltaf nálægan. We were fascinated. We've heard about all your wonderful energy from the hot water and everything and the springs and the geysers and the waterfalls. And we had a good look round yesterday, absolutely amazed. I was amazed to find it was bigger than England, and which is interesting because everybody thinks it's a tiny island. But also I'm here to see my favourite band really, Sigur Rós. So this is a little holiday for me. Hljómsveitin Queen í hópi stóru nafnanna í rockinu eins og flestum eflaust kunnugt með fjölmarga aðdáendur hér á landi. Taylor segir umfangið hafa komið í veg fyrir að þeir spiluðu hér enda þurfti 29 flutningabílar til að ferja búnaðinn þegar mest var. Söngvarinn Freddie Mercury lést 1991 en Taylor segir hann alltaf nálægan. Always, yeah. Brian will tell you the same. We still think he's sort of around some. We know what he'd think, you know, and we think he's sort of over there most of the time because we were so long together, you know, forging our career. Queen
Söngvarunum Adam Lambert og hljómleikaferð fyrirhuguð á næsta ári. Spurning hvort þeir komi hingað til lands. Make us an offer. Lengri útgáfa af viðtalinu við Roger Taylor birtist á vefnum okkar rúv.is í kvöld. Flugvél Nice Air tók í fyrsta sinn á loft frá Egilsstöðum í morgun á leið til Glasgow. Forstjórinn telur aukin umsvif laxeldis eiga eftir að renna stoðum undir reglulegt millilandaflug þar eystra. Austfirðingar biðu eftir þotunni á Egilsstaðaflugvelli í morgun. Þrátt fyrir tal aðhald og hækkun stýrivaxta beið fólk spennt eftir því að komast í búðirnar í Glasgow og kíkja á afslætti á svörtum föstudegi. Þotan lenti 8:30 og fögnuðu starfsmenn Isavia fyrstu ferð Nice Air til Egilsstaða með því að baða vélina með slökkvivatni. Forstjórinn telur grundvöll fyrir sérstöku flugfélagi sem sinni íbúum á Norður- og Austurlandi. Ég held að það sé fullu grundvöldu fyrir því, rétt eins og við erum svipaðar mannfjöldi og Færeyjar. Færeyingar gera út 4 flugvélar sem þeir beita bara fyrst og fremst fyrir sína eigin landsmenn. Þannig að ég held að það sé ekki galgopaskapur að fara af stað með þetta, en auðvitað fyrst og fremst þetta til þess að auka aðgengi útlendinga að þessum landslutum, bæði Norðurlandinu og Austurlandinu. Við erum að koma hér í fyrsta sinn á vélina okkar að ná í kátan hóp frá loðnuvinnslunni og Fáskrúðsfirði sem á leiðinni í helgarferð og sem kannski ódýrara og þægilegra heldur en hefur verið áður. Vélin getur tekið bæði frakt og farþega í sömu ferð og það býður upp á möguleika. Sérstaklega kannski vaxandi fyrir frakt á næstu árum og eftir því sem að fiskeldi vex ásmegin þá held ég að grundvöllur geti skapast fyrir fraktflug meðal annars. En svo einfaldlega að bætt aðgengi að Austurlandi og uppbygging innviða í ferðaþjónustu á Austurlandi verður aðdráttarafli sjálfu sér fyrir ferðamenn og það held ég kalli þá á meira flug á Austurlandi. Miðborgargestir geta skellt sér á skauta þegar hið svokallaða stuðsvell á Ingólfstorgi opnar í kvöld. Pétur Magnússon fréttamaður á Ingólfstorgi. Ertu á hálum ís, Pétur? Það má segja það, kvöldið er óvenju hlýtt og svellið ekki alveg frosið, en við látum það ekki á okkur fá. Ég er hérna með markastjórum sem skipuleggja svellið. Hvað erum að vera í kvöld? Við erum svolítið að setja tóninn og tendra stuðið á stuðsvellinu sem opnar á morgun og það er náttúrulega engin maður betur til þess fallin heldur en Páll Óskar til þess að setja stemninguna. Það er nýtt nafn á svellinu í ár, hvað kemur til? Já, það er kannski bara tilkomið út af samstarfinu okkar og bæði fyrirtæki, bæði Orkusalan og Nova hafa alltaf verið í mjög miklu stuði og þess vegna fannst okkur bara tilvalið að svellið myndi heita stuðsvellir. Jú, og það verður heldur betur stuð í kvöld, er það ekki Páll Óskar? Já, ef við ekki telja í það, ég hlýt ekki að gera það. Ef við telja í smá stuð? Nei, þetta er ekki. Nú erum við að tala saman. Here we go. Here we go. Byrjar aftur, þessi óvissa leik aftur. Selít og tígrist í læðist að brá. Gerst ekki upp fyrir en dýrin en á. Verða fá, lögin heyrast. Og stættir fætur til þurfa að reyfast. Brátt fylgja mjaðmittar ögrandi með. Og blessa klingrið sem bætir við gér. Alltaf sama gamla dörrið. Út af dans og alveg kjörið. Svíkur engan disk og stanslaust stuðan eilífu. Takk fyrir þetta, Páll Óskar og Pétur. En Bergsteinn, hvað verður í Kastljósinu í kvöld? Við í Kastljósinu erum búin að koma okkur fyrir hér í Tjarnabíó. Það sem við ætlum að hita upp fyrir 200. þáttina vikunum í Gísla Martini sem verður í beinni útsendingu hér frá Tjarnabíó í kvöld. Við ætlum líka að kíkja í gamla Landsbankahúsi í Austurstræti sem er að tæmast þessa dagana og verður bankalaust. En þetta er einn sögufrægasta bygging Reykjavíkur með ríkulega myndskreitt af myndlist og því líkt. Við ætlum að kynna okkur líka jóladagatalið sem hefur göngu sína á RÚV í næstu viku og tökum svo púlsinn á veitingafólki sem er að búa sig undir jólaösina. Allt að gerast, Bergsteinn, takk fyrir þetta. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Helgarveðrið virðist ætla að verða nokkuð rysjótt og má búast við stífum vindi víða um land og talsverðri úrkomu á köflum og þá sérstaklega austanlands.
Þó áfram tiltölulega milt miðað við árstíma þótt eflaust geti snjóað á láglendi norðanlands skamma hríð á mánudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir helgarveðrið að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Heimamenn í Katar og Walesverjar eru í slæmri stöðu eftir úrslit dagsins. Hollendingar og Ekvadorar eru í góðum málum í sínum riðli eftir hörkuleik nú síðdegis. Þá eigum við ekkert eftir annað en að rifja upp helstu atriði frétta. Lögregla boðar stór aukin viðbúnað í miðborg Reykjavíkur í kvöld vegna hótana hefndarárásir. Vertar í miðborginni búast við fámenni sökum ástandsins. Ríkissáttasemjari segir yfirlýsingar seðlabankastjóra hafa orðið til þess að VR sleit kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins. Hann biður að samninganefndir fái frið til að ræða sín á milli. Fullvíst talið að Færeyingar endurnýi fiskveiðisamning við Rússa sem gerður hefur verið árlega undanfarin tæp 50 ár. Samkomulagið hefur vakið athygli í ljósi refsiaðgerða sem langflest Evrópuríki beita Rússa. Freddie alltaf nálægur, segir Roger Taylor, trommuleikari Queen félaga sinn Freddie Mercury. Taylor staddur hér á landi til að sjá uppáhalds hljómsveitina sína Sigur Rós á tónleikum. Austfirðingar biðu í morgun spenntir eftir að komast í búðirnar í Glasgow á svörtum föstudegi. Flugfélagið Nice flaug í dag í fyrsta skipti frá Egilsstöðum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ég vinn við leiklist, þannig að bara gefa ekki neitt upp. Kappsmál skemmtiþáttur íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Það orðið kloppi. Þetta hræðilegt orð. Vikan með Gísla Marteini, afmælisþáttur í beinni